Gröf eru gríðarlega gagnleg en nú ætlum við að skoða sérstaklega grafjöfnu sem inniheldur breyturnar x og y, aðra hvora eða báðar. En grafið er sem sagt mengi allra punkta x, y sem uppfylla þessa jöfnu. Athugið þetta sérstaklega að við segjum hérna það má innihalda aðra eða báðar. Þannig að ef við erum með jöfnu sem hljómar eins og til dæmis x er jafnt og 3, þá er hægt að teikna graf þessari jöfnu, eins líka gætum við haft y í öðru er jafnt og 7. Það er líka hægt að teikna þá jöfnu upp með grafi. Og við skulum skoða bara hvernig við teiknum upp jöfnur og hvernig við finnum skurðbúnda grafana við ásamt hnitakerfisins. Tökum dæmi. Við ætlum að teikna graf jöfnunar y jafnt á x í öðru pluss 2x mínus 5. Aðferðin sem við notum við að teikna grafið er stundum svolítið misjöfn eftir því hvers konar graf við erum að teikna, en í flestum tilfellum felur það í sér að við búum til gildatöflu. Og hér er ég búin að velja nokkur gildi á x, en það er alls ekki sjálfgefið að við teiknum endilega alltaf þessi gildi eins og við sjáum núna í dæminu eftir. Og almennt séð má segja að því fleiri punktar sem við reiknum út því betra. Við látum setjum einn dálk þar sem að x-gildin eru og annan dálk fyrir y-gildin. Þurfum við sjálfur sér ekki að sýna útreikninga, heldur skrifum bara niðurstöðunar. En y sem koma hérna eiga að reiknast út úr þessari hérna jöfnu. Þannig að þegar ég reikna út hvað kemur í þennan hérna reit, þá tek ég mínus 2, setur í annað veldi og gerir síðan pluss 2 sinnum mínus 2 mínus 5. Útkomin út því er mínus 5. Svo gerir ég það sama þar sem x er mínus 1 og fæ ég mínus 6. Og set 0 inn og þá fæ ég mínus 5, set 1 inn og fæ mínus 2 og set síðan 2 inn og fæ 3. Og ef við prófum bara að búa til graf sem inniheldur bara þessa punkta, þá gefur það okkur ákveðna vísbendingu hvernig þetta kemur til með að líta út. Nú setjum við upp hnitakerfi og við teiknum þessa punkta inn sem við erum með. Þannig að við erum semst með punktin mínus 2, mínus 5 og teiknum hann inn. Já, náttúrulega kvörðum hnitakerfið og athugið við sjáum það hérna fljótt að hér fáum við svolítið stærri tölur, þetta fer bæði meira í mínus og fljótlega fer þetta fara alltaf í pluss. Þannig að við notum þar alveg stærri kvarða á y-ásinn heldur en x-ásinn. Þetta veljum við bara í hverju dæmi fyrir sig. Þannig að það er ekkert sjálfgefið að kvarðarnir sé endur og svona, við þurfum bara að meta það eftir hvað kemur út í gildatöflunni. Nú, ef við merkjum inn þessa punkta þá koma þeir svona út og það er kannski ekki auðvelt að sjá hvað á eftir að gerast fleira í þessu grafi. Til dæmis sjáum við hérna, eftir við fyrir niður eftir x-ás, þá hægist hérna á niðurleið grafsins, en svo snýr það við og fer að fara upp á við. Og við vitum ekki endilega hvort það heldur áfram hérna upp, eða hvort það kemur til með að beygja aftur niður, eða hvað það á eftir að gerast. Þannig að við reiknum út fleiri punkta. Og við sjáum til dæmis að það gæti verið fróðlegt að vita hvað gerist hérna í mínus 3. Þannig að við bætum þeirri tölu við og reiknum út x og fáum mínus 2, sem þennan punkt. Og síðan getur við verið ágætt að bæta líka við punktum hérna kringum staðina sem þetta snýr við. Og setjum hérna mínus hálfan, mínus 1,5. Reiknum það út, merkjum þá punktið inn. Og síðan þegar það er komið þá drögum við bara mjúkan og tiltölulega mjóan feril hérna á milli punktana. Reynum að gera þetta ekki að brjálæðislega þykkum ferli og athugum að það eru ekkert engar beina línur hérna í þessum grafi. Og þá kemur það svona út. Eftir því sem við lærum meira inn á hin og þessi gröf þá lærum við að hvernig er best að velja punktana hérna inni og athugum hvort það sé ykkur sérstakki punktar sem við ætlum að leita.
Dæmi punkta sem að gætu verið sérstaklega áhugaverð eru skurðpunktar við ásana. Þannig að við skulum finna skurðpunta grafsins y x jöðru pluss 2x minus 5 við ása nýtakerfisins. Athugið þetta er sama jafnan eins og við vorum með náðan. Og það er nú bara svo þægilegt að þegar við ætlum að finna skurðpunta við ása nýtakerfisins að allir punktar á x-ás hafa y-hniti 0. Það er að segja, ef ég ætla að teikna hérna einhverja punkta, ef ég ætla að teikna punktin 3,0, þá lendir hann á x-ásnum. Mínus 2,0, hann er líka á x-ásnum. Allir punktar á x-ásnum eru með y-hnitið 0. Og það sama gildir líka, við ætlum að skoða y-ásinn, að þá hafa allir punktar á y-ás x-hnitið 0. Þetta nýtum okkur til þess að reikna út þessar punkta sama hver jafnan er. Þannig að þetta er raunur alltaf eins. Ef við ætlum að finna skurðpunktu y-ás, þá setjum við bara x jafnt og 0. Sama hvort að þetta hérna er jafna sem lýsir línu, fleygboga, hring eða hverju öðru, þá setjum við alltaf x jafnt og 0. Og þá setjum við bara 0 í staðinn fyrir x í jöfnunni og reiknum út y-ánni með það. Það verður hérna mínus 5. Og þá hefum við fundið skurðpunktu y-ás og hefði fyrir því að skurðpunktar við y-ás séu kallaðir Q, stóra Q. Þannig að stóra Q hefur hnitin 0,-5. Nú, ef við ætlum að finna skurðpunkta við x-ás, þá með sama skapi hefur hann alltaf y-hniti 0. Sama hvers konar grafið er, þá er þetta alltaf þannig. Y jafnt 0 til að finna skurðpunkta við x-ás. Setjum við 0 í staðinn fyrir y í jöfnunni. Jafnan var y jafnt x jöðru pluss 2x minus 5. Við setjum y jafnt 0 og þá fáum við þessi hérna jöfnu. Þessi jafna er eitthvað sem við getum leyst bara með imbu og gerum þetta með hefðbundum hætti. Reiknum út d-ið, aðgreinin, sem er b jöðru mínus 4 sinnum a sinnum c, 4 sinnum 1 sinnum mínus 5. Út úr því kemur 24. Þetta eru 4 pluss 20, 24. Svo setjum við x-ið, sem sagt mínus b pluss mínus rótina d deilt með 2a. Og hérna, þá kemur þetta svona mínus 2 pluss mínus rótina 24 deilt með 2. Og við vitum að 24 er 4 sinnum 6. Þannig að við getum tekið rótina 4 sem verður 2 en rótina 6 verður hérna áfram. Og síðan vitum við að við getum, fyrst að 2 gengur bæði upp í mínus 2 og 2 sem rótina 6, þá getum við deilt bara upp í báða liði og fáum mínus 1 pluss mínus rótina 6. Þar með erum búin að finna x-gildinni, þá þurfum við að finna punktana sjálfa, skurðpunktana við x-ás. Og þeir eru þessir. Það er hefð fyrir því að kalla þá P. Ef það eru margir skurðpunktar þá númeruðum það bara P1 og P2. Og hérna kemur semst x-hnitið og y-hnitið er 0 vegna þess að þetta er skurðpunktur við x-ás og við gáum okkur í byrjun að y væri 0. Og þá kemur bara mínus 1 pluss rótina 6 í P1 og mínus 1 mínus rótina 6 í P2. Og þar með erum við búin að finna skurðpunkta við ása nýtakerfisins.